Ég heiti Eiríkur Rafnsson og ég starfa hjá Þingflokki Pírata. Með mér hérna í dag Hrafnkell Brimar Hallmundsson. Nú standa yfir mögulegar breytingar á lögum Pírata. Þess að bara rétt í dag þá var verið að kynna tillögur sem að hafa verið í vinnslu í þó nokkur langan tíma frá því síðasta vor, sem vorið 2019. Fyrst tók þetta til starfa hópur sjálfboðaliða sem fór yfir öll lög Pírata og komið tillögur að breytingum á þeim fyrir aðalfund og í framhaldi af því hófst starf sem að skilaði sér í þó nokkrum tillögum sem voru kynntar í dag og ég og Hrafnkell ætlum að fjalla í dag tvær tillögur sem fjalla fjármál aðildarfélaga allavega, aðalega. Tillögurnar eru tvær, þar sem þær eru svipar en þó eru nokkur svona veigamikil atriði sem að hafa gríðarleg áhrif á rekstur aðildarfélaga og rekstur móðurfélagsins, landsfélagsins líka. Og við ætlum aðeins að spjalla þær. Hæ, Hrafnkell. Já, komdu sæll. Herðum, svo við byrjum bara. Ég ætla að fjalla tillögu sem ég setti á blað örstutt. Svo ætla Hrafnkell að segja frá hinni tillögunni sem að Albert Svan ritaði og svo ætlum við að skiptast á skoðunum ágætið þeirra beggja á siðmenntuðum nótum. Því við erum engan að drekka kaffi en ekki bjór í dag. Já, kaffi og vatn helst. Kaffi og vatn, nákvæmlega. Jæja, sko. Ef við byrjum á tillögunni sem ég skrifaði sem að nefnist í kosningakerfi Pírata, x.pirata.is, fjármál 1. Hún semst boðar breytingar á 2 köflum í lögum Pírata, það semst 11. kafli aðildarfélög og 12. kafli fjármál. Og grundvallar forsenda breytingana í heild sinni svo að það verið semst stofnað kjördæmafélag þar sem að það ekki til í öllum semst 6 kjördæmum landsins. Reyndar mun líklega Píratar Reykjavík ná yfir 2 kjördæmi og gert ráð fyrir því í tillögunni. Og þetta gert til þess að einfalda úthlutun á fjármunum frá landsfélaginu til þá kjördæmafélaga. Og það gert til þess að kjördæmafélögin séu svona þokkalega svipuð og þekktar stærðir sem ekki þetta rugla mikið með. Og hreinlega gert til þess að einfalda hlutina. En í dag hefur verið vandamál að úthlutun til aðildarfélaga Pírata hefur verið handahófskennd, byggt á einstaka viðburðum eða kosningum eða fundum eða eitthvað álíka, en lítill fyrirsjáanleiki verið í rekstri félagana. Í tillögunni minni, fjármál 1, þar gert ráð fyrir að kjördæmafélögin skili inn til framkvæmdaráðs eins og það heitir í dag, heitir kannski eitthvað annað setna þegar búið að breyta lögum hvað það varar, ef að það gengur í gegn, að það skili inn semast rekstraráætlun fyrir næsta ár og svona verkefnaáætlun eða framkvæmdaáætlun. Og að því búnu þá semast ákveði framkvæmdaráð að úthluta fé til aðildarfélags og þessi úthlutun til kjördæmafélags og úthlutunin hún skiptist í tvennt. Að afloknum alþingiskosningum að þá ákveður framkvæmdaráð að hvert kjördæmafélag fái ákveðna upphæð sem að úthlutað árlega og stendur óbreytt milli kosninga, semst frá alþingiskosningum til alþingiskosninga út kjörtímabilið. Svo hinn hlutinn af úthlutunni, honum úthlutað árlega og þar ákveður framkvæmdaráð heildar fjárhæð úthlutunar en úthlutunin skiptist niður á þessi þá 5 eða 6 kjördæmafélög, líklega 6 og eftir ákveðnu formúlu. Formúlan tiltölulega einföld, fjórðungsvægi hefur stærð viðkomandi kjördæmis í hreinlega ferkilometrum. Fjórðungsvægi hefur fjöldi skráðra Pírata í kjördæminu. Fjórðungur fellur undir árangur Pírata í síðustu alþingiskosningum
og síðasta er semast fjöldi skráðra íbúa í kjördæminu. Og með þessu þá tel ég að við náum svona ákveðnu jafnvægi milli Og stærða flatarmáli. Já, þá er myndið ferkilometrinni, ég tók að fyrsta, en þá held ég að ná svona ákveðnu jafnvægi milli þess dreifðari hluta landsins sem eru mjög stór kjördæmi og svo þeirra það sem er meira fólk og það sem búa fleiri. Og svo er auðvitað líka ákveðin gulrót í þessu að því fleiri skráði Píratar sem eru, að því betur sem okkur gengur í kosningum, að því hærri er úthlutun til félagsins. En staðin í dag að þá er þessi úthlutun þannig að það félag sem að fengi mest af þessari úthlutun væri suðvestur kjördæmi sem fengi fjórðung af heildarúthlutuninni og norðvestur kjördæmi fengi 6,5%. Og ástæðan fyrir því að ég seti upp svona er fyrsta lagi, og það segir fyrst í greinargerðinni, til þess að tryggja rekstur kjördæmafélagana og þar af leiðandi starfsemi Pírata út á landi, en engu að síður að veita framkvæmdaráði það svigrúm sem þarf til þess að bregðast við aðstæðum í rekstri með því að láta þá ákveða úthlutun annars vegar til 4 ára og hins vegar á hverju ári. Og yfir til þín, Hrafnkell. Já, þakka þér fyrir. Já, ég eins og Eiríkur kom inn á þá heiti ég Hrafnkell og ég er vissulega ekki Albert þó sem að getur stundum verið galli en stundum ekki en já, ég sem sagt sitt með honum Alberti sem er formaður Pírata í Reykjanesbæ í stjórn þar og reynda sitt líka í stjórn Pírata í Suðurkjördæmi og ég ætla nú aðeins að fjalla þessa tillögu sem að kemur nú frá honum, svo sem byggt á hluti sem við höfum rætt mjög lengi suður með sjó algjörlega honum forspurðum og þannig að ég náttúrulega gerir bara mitt besta til þess að tala þessa tillögu og svo kannski aðeins út fyrir hana sko, en í rauninni munurinn á þessum tveim tillögum felst aðallega því að tillagan sem við ætlum að kalla fjármál 2 í dag til einföldunar hún fæst bara við 12. kafla laga Pírata. Hún tekur ekki á þeim 11. aðildarfélög, þannig að hann geti þess vegna verið ósnertur. Hún fjallað þess bara þessi fjármál aðildarfélaga. Og ég hugsa að þetta nú ekki það löng greinargerð með þessu, ég hugsa að ég les hana bara hreinlega upp. Hún nú ágætlega skýr og skorunort. Greinargerðin sem fylgir þessum lögum sem sagt svo. Það hefur hamlað starfi aðildarfélaga að hafa lítið rekstrarféll að vinna með og miðstýring á fjárveitingum hefur verið bæði hamlandi og lýjandi fyrir valddreifingu. En í grunnstjórnum Pírata stendur meðal annars í grein 6.3 Píratar telja að draga þurfa miðstýringu valds á öllum sviðum. Þannig að til að efla grasrótarstörf landa allt, auka viðkynningu og þátttöku Píratum hér lagt til að svæðisbundnu aðildarfélögin fái fast hlutfall af árlegum fjármunum Pírata til að vinna að grasrótarstarfi, kynningastarfi, málefnavinnu rekstri og undirbúningi kosninga á sínu svæði. Síðustu ár hefur skömmtun á fé til rekstra aðildarfélaga ekki stuðlað þeirra uppbyggingu sem þörf á og þessi lagabreiting tilraun til að gera betur. Við nokkra staldra við nokkra punta, búin að lesa þess að greinargerð. Já, sem sagt að fast hlutfall af árlegum fjármunum til þess að tryggja að það sé einhver svona festa í fjárútlutum til aðildarfélaga og kannski það einn aðal munurinn á þessum tveimur lögum að þessi tillaga gerir ráð fyrir grein 12.10 hljóði svo helmingur á árlegu framlagi til Pírata sem mögulegt til skiptana skal eyrnamerkt og úthlutað til kjördæmisfélaga. Sé eyrnamerktu fjármagni ekki úthlutað skal því endur ástafað sem viðbót til kjördæmisfélaga í samræmi við reglu í fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Þetta eins og segja tillaga frá Alberti og svo kemur nú svona svipur reikniformúla og hann Eiríkur minntist á þann til þess að skipta svo fjármálunum að þetta náttúrulega annars vegar tvennt, hins vegar heildarupphæð sem útdeild til aðildarfélaga og hins vegar hvernig þeirra upphæð sé skipt. Og í þessu tilfelli í fjármálum 2 þá þarna gert ráð fyrir þetta sé helmingur á árlegu framlagi sem mögulegt til skiptana. Þetta náttúrulega sjálfsögðu þetta þarna svigrúm fyrir að hafa þetta breytilegt. Persónulega sjálfur hefði viljað ganga lengra, ég hefði viljað hafa þetta 100% af heildarfé Pírata myndi fara til kjördæmisfélaga,
sem að síðan myndi samina þessum rekstur móðurfélagsins. En það einmitt gert ráð fyrir líka í þessum lögum hlutum eins og þau kjördæmafélag sem nýta sér aðstöðu móðurfélagspírata jafnaði skulu greiði fyrir annóti fast árlegt gjald og einnig þetta, grein 12.6, 16 mikilvægt, aðildarfélag skulu ákveði sameiningu að borga hlutfall og viðhaldskostnaði hugbúnaðar og velbúðunar innviða pírata. Þannig að það er með öðrum orðum gert ráð fyrir því að aðildarfélagin fá þarna ákveðna summu sem er stórt hlutfall en að móti kemur að þau samina sem rekstur. Þannig að þetta er svona dreifing á valdi og dreifing á framkvæmdum frekar en svona mið þjöppun. Ég veit þín, Eiríkur. Ok. Sko, ef að byrja því sem við erum sammálum. Já. Ég held að við getum verið sammálað að aðildarfélög Pírata hafa búið við bara óbóðlega ekstra grundvöll. Það hefur vantað alla festu í þetta. Ekki, sko, ég reyndar hef heyrt margar ástæður fyrir af hverju það sumar eru mjög gildar, til dæmis svo að það hér er búið að vera kosningar sem hafa lagt allt starf á hliðina nokkuð ítrekkað og kannski og svo er annað sem er kannski ennþá mikilvægara að það eru allir sem hér sitja og allir sem, ég veit Albert er sammála með því að starfsemi Pírata á landsbyggðinni er algjört grundvallar atriði í því að þetta er starfsemi Pírata á Íslandi. En mér langar svolítið að velta fyrir mér nokkur spurningum varandi tillögunans Alberts. Þú bara ætti að svara fyrir það. Ég bara stend og fell með orðum Alberts í dag. Eða hann með mínum, eftir að náða lítið. Já, það er kannski fyrsta spurningin er kannski sko, þegar kemur að eins og kosningum sérstaklega þá þetta alþingiskosningum hvernig það þið meðhöndlað í þessum tillögum vegna þess að mér er svolítið erfitt að sjá hvernig sko kemur því að nú hefur verið ráðið kosningastjóra sem hefur verið svona yfir öllu landinu, við hefur líka verið með kosningastjóra í kjördæmunum þar að auki og ég tala ekki sko ef þessar kosningar koma upp skyndilega segjum að það sé útilega öllum fjármunum til aðildarfélaga í febrúar og mars eins og reynda báðatillöguna að gera ráð fyrir og svo er búið til kosninga með 6 vikna fyrirvara í maí. Hvernig díluðu við það? Í rauninu ekkert svo mikið öðru sem við höfum gert hingað til. Nú hef ég verið þáttakandi í flestum kosningum sem Píratar hafa tekið þátt í svona með einum með öðrum hætti á mismunandi stöðum við borðið og í rauninni þetta kemur reynda svolítið inn og nú ætla kannski aðeins að blanda mér í að eitt sem ég ætlaði líka að spyrja út í varandi fjármál 1. Já. Grein 11 í dag gengur út frá því sem að ég svona fæ nú ekki séð að sé en þú bara leiðir mig að vitlaust að ránt að sé í breytingartillögunum er það að kosningar eru í dag eins og staðan er á ábyrgð aðildarfélaga í svæðinu og þannig hefur það verið hins vegar hefur sá hængur verið þar á að fjármálunum ábyrgðinni fylgir ekki fjárveiting. Þannig að ábyrgðin er algjörlega á höndum aðildarfélaga á svæðinu og þetta er skýrt í lögum en aðildarfélaginu algjörlega upp á framkvæmdar á því rauninni og sem sagt á miðstjórn ef við viljum segja sem svo leiðis með vanandi fjármunni. Þetta ef við gefum okkur að þessi fjármála til að tryggja einhverjum leiti að fjármáli dreifi sér til þessar aðildarfélaga sem þá munu ennþá bera ábyrgð á kosningum sem hafa verið eins og er og hefur verið að þá í rauninni þessi skilyrði sem aðildarfélag þurfa að uppfylla þau ganga náttúrulega líka út frá því að menn séu tilbúnir í kosningar og einnig þá finnst mér að vera svolítið að treysta fólki verðum að treysta hvort öðru ég hef upplegað þetta með misjöfnum hætti eftir árum sko, söndum vel og söndum illa hversu svona mikið traust kakkvænt við erum með á meðal vor en þetta fyrirkomulega að aðildarfélög sjá kosningar það hefur bara gengið mjög vel hingað til það hefur ekki verið í rauninni vandamál í mínum huga að einhver skortur á samræmingu sko, það hefur alltaf verið nákvæm samræming og jafnvel þótt svo sé ekki þá hefur það alltaf farið ágætlega þannig að ég get til ekki séð að þessi
tillaga fjármál í fyrsta lagi skemmi með nokkrum hætti núverandi fyrirkomulag eins og þetta hefur verið og eitthvað að það myndi hún bæta það því að aukinni ábyrgð sem actually fylgir fjármagn, fylgir það ábyrgða tilfinning og það eru þarna í lögunum skilyrðum hvernig aðildarfélag telst starfhæf, þannig að það er alltaf að tekja í binni ef eitthvað bjátar á. Þannig að já, ég geti nú spurt á móti af hverju við ættum að þurfa að hafa áhyggjur. Já, svo sem ekki áhyggjur, ég nú aðalega bara svona velta fyrir mér skýrleikanum á þessu. Svo er reyndar eitt líka sem að mér finnst alltaf gaman að minnast á og hef oft gert þegar bara lög hreinlega ber á góma að það má þrátt fyrir eitthvað sem stendur í lagabókstaf að svo lengi sem það er ekki bannað að þá má tala það og semja það og ég held mér að það sé tekið fram að í báðum tillögunum að framkvæmdarráð getur auðvitað úthlutað fjármunum umfram þessar tillögur sérstaklega eins og í fjármál 1 þar er eingöngu gert ráð fyrir úthlutun til kjördæmafélaga og gert ráð fyrir að kjördæmafélögin útluti svo til aðildarfélaga innan sinna raða sem svæðisbundin aðildarfélaga en til dæmis það er ekkert minnst á svo dæmi unga pírata en það er þó tekið fram í greinigerð að það bannar ekkert framkvæmdarráði að útluta fjármunum þangað einungis það að þessa tillögu fjallum það sem er lögskilið það sem verður að gerast og svo held ég að reyndar og það reyndar þau gæti svo sem útluta peningum líka til kjördæmafélagana í framhaldinu til þess að tryggja einmitt svona skyndikosningar og fleira. Já, þú með eitthvað spurningu? Já, ýmsar. Hvað þú? Láttu það? Já, það er kannski ég myndi kannski bara spyrja fyrst að ítreka kannski aðeins það sem voru að tala um áðan að þessi grein 11.1 að hún tiltekur ekki, hún sleppir þessum partu að kosningar séu á ábyrgð aðildarfélagana og þá var ég svona velta fyrir mér hvað kemur móti og hvert ábyrgðin ferðist á kosningum. Já, sko ef við gefum okkur að ekkert breytist nema þessi laga, að því við náttúrulega vitum ekkert í dag hvað annað kemur að breytist í lögunum. Já, ég reyndi að gera nokkið ráð fyrir því að það myndi breytast nýtt. Já, það breytist að því að þetta er felt út. Já, hérna er ég með uppfærða pappíra sem ég sá í fyrstskipti í dag. Ég þarf bara að fara yfir það, en það átti ekki að falla niðurstaðar út, Er það ekki bara í kaflanum kosningar? Ég held það. Ég er ekki með lögin fyrir fram með mig. Við komum til því. Ég held að allavega til að mín gerir ekki ráð fyrir það breytist okay. og ég man ekki eftir að það hafi verið inn í þessu þegar ég var að semja þetta á sínum tíma. Þannig að klárlega finnst mér að ábyrgðinni heima þar og það er svona partur líka, ég myndi að tryggja rekstur til þess að ábyrgðin geti verið þar. Ég held að svona grundvallar munurinn á þessum tillögum er bara sá að það er þetta lámas hlutvall, þessi 50%. Svo reyndar svo ef við fyrir því orð hengilshátt þar stendur í tillögunni fjármál 2 í grein 10.12 helmingur á árlegu framleiti pírita sem mögulegt er til skiptana skal eyrnamerkt og útluti kjördæmisfélaga og þá veltum við fyrir sig hvað er þetta orð mögulegt getur þýtt næstu því allt. Erum við að tala um að þessi búið að borga leigu í Tortuga, er búið að borga laun starfsmanna, er búið að borga viðhald eða uppihald á vefnum, er búið að kaupa kaffi, hvar eru mörkin, tala ekki þegar kemur kosningum, er búið að borga til dæmis laun fyrir kosningastjóra, er búið að kaupa auglýsingar og svo er restinu út. Þetta er mjög tillagan þarna þessi hún gefur fólki tækifæri til þess að vera með útusnúninga. Já, og akkurat þarna finnst mér kannski vera svolítið líka bjútið í þessu að því að eins og ég skil þetta hjá Alberti að þá er í rauninni þetta er ekki efnislegur munur í raun og veru út af þessu orði að því þetta er ennþá túlkunaratriði en þetta er hvað segir maður, andi lagana er
út frá orðaleginu svolítið skýrari í þá átt að það sem er mögulegt, að það er náttúrulega það sem er gerlegt og það sem er ekki mögulegt, það er ekki fjallað um vilja, heldur það sem er mögulegt að veita að það sé veitt. Þannig að í rauninni er þetta best of both worlds, að það er andi lagana gerir klárlega ráð fyrir því að helmingur alls fé sem bara mögulega sé hægt að veita fari á þennan stað, en það er samt vissulega svigrúm til þess að túlka þetta með öðrum hætti. Já, ég allavega skil þetta þannig og ég segi þótt, ég myndi náttúrulega persónulega vilja ganga talsveit lengra. Já, og það er alveg sumir flokkar sem gera það, að setja aðildafélögin sem algjöra grunneiningu sem að svo þær einingar borga svo undir sameiginlega rekstur á landsfélagi. Já, þetta er í rauninni ekki óalgengt að það sé svona með öðrum hætti og ef maður aðeins kom inn á kannski ástæðuna fyrir því að ég myndi vilja gera það þannig og út af hverju svæðisbundin aðildafélög sérstaklega eru að mínu til rétta einingin það sem starfað að fara fram, að það er hreinlega nálægðin. Það er, þó við tölum við það að við viljum jafna vægi atkvæða og jafna hætta bara með þess að kjördæmi skipti ykkur höfu og ég svo sem ekkert ósammála því. En það sem að raunverulega starra fyrir fram að það er í kjötum það sem fólk hittist, fólk sem að býra á sama stað, það deilir sem upplifunum og það er rosalega mikilvægt bara við höfum upplifað það í kosningum í Reykjanesbæ og Suðurkjördæmi að fólk sem við tölum við að það er fólki sem hann er að samsama sig við okkur og þessi reynslu heimi sem fylgir að vera á sama stað, hann er mjög mikilvægur og það er mikilvægt fyrir mér eru þessi píratagildi sem við stöndum fyrir og sem við erum saman lögum sem er grunnstæðan og margt annað, það er það sem bindur okkur saman og mér finnst allt í lagi að það sé mismunandi áherslur á hverjum stað, jafnvel mismunandi hreinlega stefnur, það getur verið mismunandi hagsmunamál, við getum talað um Reykjavíkurflugvöll, við getum talað um fullt af hlutum sem við getum bara verið ósammála og það er allt í lagi, af því að við erum með aðra hluti sem eru mikilvægari, sem eru þessi grunngildi sem er að túlka ýmsu vegu og það er svolítið mikilvægt að við höfum þetta frelsi til að vera svolítið við sjálf og samina svo það sem að skipti máli og þess vegna er svo mikilvægt að aðildafélögin að bara fólk í sínu nærumhverfi að það sé einingin sem að allt snýst og bara myndi út frá grunnstefnur valddreifingu og minnkun og miðstýringu að rekstur að yfirbyggingunum okkar, það ætti mínum mati að vera samkomulag, það ætti að vera samvinna. Þú talar laun og svona kosningastjóra, menn kannski viljum við ekki kosningastjóra fyrir alla Pírata, kannski viljum við hafa þetta hvert í svona lægi, kannski viljum við gera þetta saman, kannski viljum við samneita eitthvað og mér er bara mikilvægt að við bara tökum þetta samtal bara sem aðildafélag og jafnræðis grundvelli og þess vegna finnst mér að gott að þú talar í þínulögum kjördæmafélag sem eru tvö kjördæmi sem að þetta er náttúrulega service situation í Reykjavík. Já, ég er svona samlega þannig að starfsemin til þess að halda uppi virkri og bara lifandi stjórnmálarhreyfingu á Íslandi þá gerist það bara á staðnum, það gerist ekki annars staðar. Já, Pírataspellinu kannski, pínu. Pínu, en það eru nú mun fleiri heldur en bara Píratar. Já, það er þeirri síðan. En einhver síður að sérst, og ég fyrir svo heppin að fá að fylgja þingmönnum okkar í gegnum kjördæmadaga, þar sem maður er þvælist allt land og er að hitta bara fólk út sérst, bara í sínu náttúrulega umhverfi innan gæslafa og þar finnum maður miklu meiri kraft heldur en nokkuð tíman í einhverjum lokuðum fundum einhverjum ráðstöfnusölum en til að mín kannski gerir meira úr þessum nú ætla ég að nota ljótt kapitalist orð framleiðinni þegar kemur að rekstri félagsins og svona kosningabaratu að semst vera búin að setja í lögin tiltölulega, mér finnst persónulega lög eigi að vera svona frekar niður njörfu þegar kemur að rammanum svo eigi starfsemin að vera sett í samninga og þess vegna er þetta sett svona upp að skilir það til dæmis landsfélagi til þess að sjá til þess að þessi starfandi kjördæmafélagi hverju kjördæmi til þess að taka þann hlut af umræðin í burtu sem er eiginlega svona hálfgerð svona rekstralega atriði þannig að við getum fókusarað á fólki í nærumhverfinu og stefnumál Pírata og reyna að vinna okkur hilli í almennu kosningum
í staðin fyrir að það sem mér oft þótt verða, og ég satt nú sjálfur í fangaráði 1 ár og það var mjög mikil tím í það, að vera að tala sko 50 skall hér, 100 skall hér, jafnvel sko 500 skall hér. Þegar við hefðum getið verið að tala miklu meira svona strategískar og stærri hluti. Og þess vegna reyni að hafa þetta með svona niðurnjörvað, en þó þannig að það sé bara gluggi einu svona ári, þar sem þetta máli bara afgreitt og klárað. Til þess að geta verið bara í hinu. Já. Það er rauninni, og mér finnst það er rauninni mjög gott múf, sko, að það sé vissa þarna milli ára hvað sé rauninni mikið peningur. Það er mjög nauðsynlegt fyrir aðildarfélög að geta gengið út frá einhverjum fasta í þeim efnum til þess að geta skipulagt bara næstu tímabil og svoleiðis og viðburði, það er í rauninni bara mjög mikilvægt. En eins og segi, það er ekkit brjálæðislega munur á hugmyndinni, sko, í þessu fjármál 2, það er bara að tala þetta sé, náttúrulega andi lagan er að helmingur fjárins farið til aðildarfélagann og eins og hina greinir eru að þá muni aðildarfélagin sameinast reksturinn og hvað til þarf. Og mér finnst það bara að vera miklu meiri svona, hvað sem svona jafnréttisgrundvöllur, að Píratar alls þegar á landinu séu sammála hvað á að eyða miklum peningi til dæmis í húsnæði í Reykjavík, hvað á að miklu peningi í starfsfólk og hvaða starfsfólk, og ef þetta samtal getur farið fram, sko, varandi árangurinn, þá er nefnilega svolítið spurning hænun á eggið. Ég hélt nú smá ræðu á síðasta aðalfundi, að mér sýndi svona graf yfir hvað sem var árangur í kosningum og sem er bara að sjá að Hagstofunni og síðan fjarlæðina frá höfustöðum Pírata sem við sitjum í dag að Tortuga, og það er nánast að bara taka gúmmíteg og tegja frá Tortuga og eftir því sem við fer lengra frá að það fái minni heimtur og kosningum og þetta á bæði við sveitarstjórnar og alþingiskosningarnar, og þess vegna finnst mér svona að vissuleiti illi réttadalega siðferðislega að skilir það fjárveitingu við árangur þegar að kannski fjárveitingin er forsenda árangur sem ekki afleiðingans. Algjörlega. Og eins og ég myndi vilja, sko, bara svo ég fara aðeins út fyrir Tellu Alberts sem að basically tekur bara orðið skiptinguna varandi hvernig skiptingin er milli aðildarfélaga, ef við líka förum að ræða það í staðan fyrir bara hvað heildin er stór, hvernig skiptingin er á milli, að þið eru með svona flóknir reikniformúlu sem er í rauninni ágætt, sko, og í rauninni kannski mikið snild að mörgu leyti. Ég hef nú sjálfur sungið upp á bara leið sem að er væri hægt að binda í lög og þarnast engar útlendingar að þeir eru gerðið fyrir mann, að því við erum nú með þessa blessu kjördæmaskiptingu hvort sem líka betra verð, og við erum með þingsæti útlutu í kosningum, við erum með jöfnuna þingsæti svo eftir hverja kosningar, þannig að eftir hverja kosningar þá ertu með nokkurn veginn þann þingfjöld og sæta sem hvert kjördæmi getur mögulega skilað, ef svo mátti segja. Þannig að þá Suðurkjördæmi ætti þá að fá 10,63 af heildinni. Ég myndi telja það bara miklu einfaldari leið, sko. Það er ein leið. Og reyndar, sko, svo því séð haldið haga í þegar við vorum að púsla þessu saman og ég var ég sýtti nú meðal annars einmitt Alberti þessar tillögur þegar það voru í smíðum og fleirum, og þá voru við meira segja, sko, tímbili að krukka í hversu hátt þetta fjórðungs, það var ekki fjórðungslutul, það var kannski það var 30% hér og kannski 10% hér og eitthvað, og lendingin var til þess að einfalda þetta, að þetta er bara fjórðungur af hvoru. En ég er alveg samanlegaður að með ekki á hennar, sko, vantar fjármuni út af land til svona betri árangur í kosningum, eða er þetta bara annað hugafar sem að bara hreinlega ágifi Pírata úr þessum stóru landsbækjörðum, ég veit ekki, og það ég held að sé eiginlega engin leið að reikna það eitthvað út, sko, hvort byrjar, erum við bara ekki á pallborinu í norð-austur og norð-vestur kjördæmi, eða eru ekki að veita nóg miklu fjármunum til þess að komast á pallborðið? Þetta er áhugaverð spurning, og ef það er svo að pólitík Pírata bara ákippa pallborði í svo við lömpun og allir landsbyggðin í eitt svæði sem er nú kannski alveg rétt að gera, en þá er það mínum að til hinliðina peningum að svo að hvar er þörfin meiri?
í landsbyðinni ekki síður þörf fyrir boðskap Pírata sem á móti spillingu og frelsum og þess áttar sko heldur en í Reykjavík, það bara Nákvæmlega. gefur auga leið. Já. Ég veit ekki hvort það heyrist í útsendingunni þetta píp sem byrjað, en hann, Robert Douglas, hann sett okkur tímamörk og þetta píp því semst að við komum fram við tíman. Ykkur lokaorð? Frá mér séð, ég vil mæla með tillegum fjármál 2 frá Alberti til dæmis vegna þess að þau taka ekki á grein 11 aðildarfélög sem til dæmis tryggir ýmislegt aðildarfélög sem í gangi í dag eins og ábyrgðar kosningun ef ég mann rétt. Einnig það andið að aðildarfélögin fái meiri stærri hluta kökunni og síðan saman þetta saman að reka móðurfélagið og síðan kannski bara loka orðin að við Pírata við þurfum að treysta hvert öðru og það að leiðandi við ættum ekki vera með eina tortryggni í garð hvers annars þegar kemur að skipuleggja kosningar. Fólki í norðvestu kjördæmi vill gera alveg nákvæmlega jafnvel og fólki í kraganum og ég hef bara engar ágjör að þetta muni breyta því neitt til hins verra. Nákvæmlega. Og ég er saman með mér sko. Ég held að kannski mín tilega leggur meira á herðar framkvæmdaráðs að útluta fjármagninu skikkanlega og þar vona ég innilega að sem flestir úr aðildarfélögunum líka bjóði sér fram til setu í framkvæmdaráði eða samkvæmt einhverju tillögunni sem til umfyllunar líka núna þá fjármálaráði og ég held að kakan sé ekkert minni, hún er kannski meira sett á blað í tillögu Alberts en skipting á fjármunum félagsins snýst kannski meira hverjir sitja í framkvæmdaráði og hvernig það ráð starfar eða eftir hvernig það fer þá framkvæmdaráð eða fjármálaráð. En ég held við látum þetta gott í bili. Hvetjum við þetta alla til að fara inn á x.piratar.is og kynna sér tillögurnar þar, fjármál 1 og fjármál 2. Það er kannski eitt sem við verðum að taka fram. Að það sem þessar tillögur eru settar eiginlega til höfus hvor annari að orða það þannig að það var ákveðið hér á fundi áður en það voru settin í kerfið að sú tillaga gegn því að ef það er ná báðar þessum 2/3 hluta já atkvæða sem þar til þess að verða samþykkt sem lög Pírata að þá mun sú tillaga verða að lögum sem að fær hærra hlutfall í kosningunum, herra hlutfall já atkvæða. Ef að það hlutfall er jafnt, að þá ræður fjöldi já atkvæða. Og ég held að þetta sé alveg tiltölulega skýrt tekið fram á x.pirata.is. Bæði hefjast báða tillögurnar á því að útskýra þetta og eins líka sett ég þannig fyrsta komment til þess að tryggja það að þetta væri allt upp á borðinu. Þannig að fólk áttast á því að þessar tillögur verða aldrei báðar að lögum í einu. Þá bara komið tími til að þakka fyrir sig og segja bless. Takk og bless. Já, takk og bless.